Góðan dag, kæra sveitarstjórn, áhorfendur og starfsmenn. Ég býð ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar númer 266 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn, sú sem hér stendur, Guðveig Eyglóardóttir, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvarð Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir er fjarverandi en í stað hennar situr fundinn Kristján Rafn Sigurðsson og Hlöðver Ingi Gunnarsson er hér sem starfsmaður og fundargerðarritari Eiríkur Ólafsson fjármálastjóri. Forseti óskar eftir að taka inn á dagskrá með afbrigðum eftirfarandi mál vegna deiliskipulags Galtarholts 3 með málsnúmeri 24.1284. Mál sem verður tekið af dagskrá með málsnúmeri 23.02.212 sem sett var ranglega á dagskrá en inngangur og bókun er svo sama í báðum dagskrárliðum og rétt málsnúmer var afgreitt á fundi skipulags- og byggingarnefndar 6.6.2025 en þessi mál eru í dagskránni í dag númer 25 og 26 á dagskrá og myndi þá dagskrárliður 25 falla niður og önnur málsnúmer hliðrast þá samkvæmt því. Í þriðja lagi er það mál á dagskrá með afbrigðum sem yrði beiðni frá Bifreiða íþróttaklúbbi Reykjavíkur og leyfi fyrir rallaksturskeppni 20. júní og yrði það þá liður 35 á dagskrá en er liður 35 á dagskrá en verður það 34 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessar breytingar af auglýstri dagskrá að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er okkur ekkert annað en vanbúnað að vinda okkur í dagskrá. Og fyrsti liður á dagskrá í dag ber heitið kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 með málsnúmeri 22.05.140. En það eru kosningar samkvæmt samþykktum Borgarbyggðar í júní ár hvert og það er kosið eftirfarandi embætti sem eru kosning forseta sveitarstjórnar og fyrsta og annars varaforseta til 1 árs. Kosning aðalmanna í byggðarráð til 1 árs, kosning varamanna í varamanna til byggðarráðs í 1 árs og kosning 5 fulltrúa á aðalfund samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi til 1 árs og 5 til vara. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá óskar forseti eftir því að fá að bera upp þessar tillögur í einni beit, svo sagt, og ef fulltrúar eru samþykki því. Og þá er það eftirfarandi tillaga. Framlögð tillaga að forseti sveitarstjórnar til 1 árs verði Guðveig Eyglóardóttir. Framlögð tillaga að fyrsti varaforseti sveitarstjórnar verði Eva Margrét Jónudóttir. Framlögð tillaga að annar varaforseti sveitarstjórnar verði Sigurður Guðmundsson. Framlögð tillaga að aðalmenn í byggðarráði til 1 árs verði eftirfarandi Davíð Sigurðsson, formaður, Guðveig Eyglóardóttir, varaformaður, Sigurður Guðmundsson, aðalfulltrúi, áheyrnarfulltrúi til 1 árs Bjarney Bjarnadóttir og Thelma Dögg Harðardóttir. Framlögð tillaga að varamenn í byggðarráði til 1 árs verði eftirfarandi Eðvarð Ólafur Traustason, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, varaáheyrnarfulltrúar Kristján Rafn Sigurðsson og Brynja Þorsteinsdóttir. Framlögð tillaga að aðalfulltrúar á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi verði Sigrún Ólafsdóttir, Eva Margrét Jónudóttir, Bjarney Bjarnadóttir, Brynja Þorsteinsdóttir og Eðvarð Ólafur Traustason. Framlögð tillaga að varamenn á aðalfund samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi verði Guðveig Eyglóardóttir, Þórður Brynjarsson, Kristján Rafn Sigurðsson, Friðrik Aspelund og Davíð Sigurðsson. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomnar tillögur að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að öðrum dagskrárlið í dag sem ber heitið viðauki við fjárhagsáætlun 2025 með málsnúmeri 25.02.016 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar númer 710. Þar var kynnt tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun 2025 og fjárfestingarramma 2025-2028 og til fundarins kom Eiríkur Ólafsson, fjármálastjóri Borgarbyggðar. Þar var framlögð tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun 2025 sem felur í sér hækkun 8,7 milljónir króna sem skiptist svona: styrkir til íþróttafélaga 6 milljónir króna, viðhald vatnsveitu Varmalands 1,5 milljón króna
og hækkun afskrifta 1,2 milljónir króna. Einnig er lögð fram hækkun á framkvæmda- og fjárfestingaráætlun 194,3 milljónir króna. Það skýrist að hluta á hækkun á ramma vegna framkvæmda sem ekki var lokið við 2024 og færast á milli ára, svo sem við grunnskólann í Borgarnesi, Safnahúsið, lýsingu á leið í einkunnir og stofnframlag til Nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar. Þá eru framkvæmdir við Vallarás færðar inn á framkvæmdaáætlun 2025, upphaf vinnu við sjóvarnir, endurbætur á Klettaborg og fjallgirðing með múlum. Gatnagerð við Bröttugötu færist til ársins 2026. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Undir þessu máli leiðrétt áætlun miðað við þá viðauka sem hafa verið gerðir og þar kemur fram að afgangur á rekstri sveitarfélagsins hefur lækkað 127 milljónir frá samþykktri áætlun úr 154 milljónum niður í 27. Upplýst hefur verið verulegan aukinn kostnað vegna fjárhagsaðstoðar á þessu ári. Ég vil því spyrja frú forseta sveitarstjórnar það hvort búið sé að reikna kostnaðarauka vegna fjárhagsaðstoðar inn í fjárhagsáætlunina sem fylgir með þessu máli eða á afkoman eftir að versna sem þeim kostnaði nemur. Ef svo hvað má gera ráð fyrir að sá kostnaður verði mikill á árinu 2025? Takk. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Því verður bara stuttlega svarað að kostnað vegna fjárhagsaðstoðar ekki búið að reikna inn á fullu, enda liggur hann í sjálfu sér ekki fyrir sá kostnaður á þessum tíma, þar sem fjárhagsaðstoð greidd út mánaðarlega. Varðandi þá fjárhagsaðstoð sem sveitarfélög að greiða vegna flóttamannaverkefnisins, þá erum við, eins og sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður þekkir, í samtali við ríkið varðandi þá áskorun sem þetta sveitarfélag á í sambandi við endurgreiðslu á fjármunum. En í því þá bara stuttlega svarað þannig að nei, það ekki búið að gera ráð fyrir þeim kostnaði út árið, enda ekki vissa hvernig hann verður eða hvernig hann þróast. En forseti hann með orðið laust undir þessum dagskrárlið. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Lögð fram tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun 2025. Þar gert ráð fyrir auknum kostnaði 6 milljónir króna vegna styrks til íþróttafélaga, 1,5 milljón króna vegna viðhalds við vatnsveitu Varmalands og hækkun vaxta, verðbóta og afskrifta 7,4 milljónir króna. Lögð fram tillaga hækkun á framkvæmdaáætlun 2025 194,3 milljónir króna vegna hækkunar á framkvæmdaramma vegna grunnskólann í Borgarnesi, við Safnahúsið, lýsingar á leið í einkunnir og stofnframlag við Nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar, en framkvæmdir hafa færst á milli áranna 2024 og 2025. Þá eru framkvæmdir við Vallarás færðar inn á áætlun 2025 sem og upphaf og vinnu við sjóvarnir, endurbætur á Klettaborg og fjallgirðingu með múlum. Gatnagerð við Bröttugötu færist til ársins 2026. Auknum framkvæmdakostnaði mætt með aukinni lántöku og lækkun á handbæru fé. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja viðauka 2 við fjárhagsáætlun ársins að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 3. dagskrárlið sem heitir Sumarleyfi sveitarstjórnar með málsnúmeri 2206/037 og þar lagt til við sveitarstjórn að fella niður fund sveitarstjórnar í júlí vegna sumarleyfa, en fyrsti fundur eftir sumarleyfi verði 14. ágúst næstkomandi og lagt til við sveitarstjórnarnefndir hafi heimildir til þess að funda ekki í júlí nema nefndarritari og formaður telji ekki unnt að fella niður fund vegna afgreiðslu mála, og lagt til að byggðarráði verði heimilað að fækka fundum sínum í júlí, þó þannig að 2 fundir verði haldnir í mánuðinum. Sveitarstjórn samþykkir að fella niður fund sveitarstjórnar í
forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fella niður fund sveitarstjórnar í júlí vegna sumarleyfa. Fyrsti fundur eftir sumarleyfi verði 14. ágúst 2025. Sveitarstjórn samþykkir að nefndir hafa heimild til þess að fella niður fundi í júlí nema nefndarritar og formaður telja ekki unnt að fella niður fund vegna afgreiðslu brýnna mála. Sveitarstjórn samþykkir að byggðarráði verði heimil að fækka fundum sínum í júlí niður í 2 og sveitarstjórn samþykkir að veita byggðarráði fullnaðarafgreiðsluvald samkvæmt 5. málsgrein 35. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 til og með 14. ágúst 2025 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 4 hér í dag sem ber heiti félagslegt leiguhúsnæði með málsnúmeri 18-10-002 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 79. Þar segir í bókun byggðarráð samþykkir fyrir sitt leyti afgreiðslu velferðarnefndar og vísar til staðfestingar í sveitarstjórn og að ræða hækkun á húsaleigu á félagslegu íbúa 7,8% í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs en húsaleiga hefur ekki hækkað frá í maí 2023 og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu velferðarnefndar sem felur í sér hækkun á húsaleigu félagslegra íbúða 7,8% í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs en húsaleiga hefur ekki hækkað frá í maí 2023. Hækkunin taki gildi 1. júlí 2025. Húsaleiga taki hér eftir mið af vísitölu neysluverðs og taka breytingar gildi 1. október ár hvert og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti skilabréf og álit samstarfsnefndar sameiningu við Skorradalshrepp með málsnúmeri 2506-063. Það lögð fram skilabréf samstarfsnefndar sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps dagsett 10. júní ásamt fylgiskjölum. Samkvæmt 2. málsgrein 119. greinar sveitarstjórnarlaga skal sveitarstjórn taka málið á dagskrá án atkvæðagreiðslu. Í skilabréfinu kemur fram að samstarfsnefndin komi saman á 10 bókuðum fundum. Samstarfsnefnd skipaði starfshópa sem fjölluðu málaflokka á sveitarfélagana og lögðu fram efni og upplýsingar í greiningu og tillögugerð. Verkefnið hefur einnig verið kynnt á íbúafundum með virku samtali við íbúa. Álit samstarfsnefndar svohljóðandi. Sveitarfélögin 2 hafa átt í farsælu samstarfi til áratuga og getur sameining þeirra skapað tækifæri til skilvirkari og markvissari stjórnsýslu og þjónustu, auk þess sem aðgengi íbúa að þjónustu verði jafnara. Þá eru jafnframt tækifæri til frekari atvinnuþróunar og nýsköpunar. Vísbendingar eru að fjárhagur sameinaðs sveitarfélaga verði sterkur og fjárfestingar geta þess betri en hjá sveitarfélögunum hvor sig. Sérstök sameiningaframlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga á næstu árum myndu auka svigrúm til fjárfestinga í sameinuðu sveitarfélagi en nokkur óvissa áhrif sameininga á tekju- og útgjaldajöfnunarframlag vegna fyrirhugaðra breytinga á úthlutunarreglum. Ef sameining leiðir til lækkunar munu sveitarfélögin þá halda óskertum framlögum í 4 ár. Að mati samstarfsnefndar lúta áskoranir sameinaðs sveitarfélaga fyrst og fremst að mismunandi skattahlutföllum sveitarfélaganna og áhyggjum hluta íbúa Skorradalshrepps af því að missa áhrif á ákvarðanir í nærumhverfi sínu. Tækifæri liggja helst í að bæta þjónustu við íbúa beggja sveitarfélaga, auka fjárfestingargetu og auka slagkraft í hagsmunagæslu fyrir svæðið, svo sem í samskiptum við ríkið innviðauppbyggingu og þjónustu hins opinbera. Það samdóma álit samstarfsnefndar sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps að fram skuli fara atkvæðagreiðsla meðal íbúa sveitarfélaganna sameiningu þeirra. Samstarfsnefnd telur að sameining muni hafa fleiri kosti í för með sér en ókosti fyrir íbúa og að henni fylgi tækifæri sem annars stæðu sveitarfélögunum ekki til boða. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson gjörðu svo vel.
forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil koma hér upp og fagna því að við séum komið þetta langt í þessari vinnu í sameiningum þessar tveggja sveitarfélaga og nota tækifærið til að hvetja íbúa sveitarfélagana til að kynna sér málið mjög vel og nýta kosningarétt sinn núna í haust þegar við kjósum í september. Takk fyrir það, Sigurður. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið og það er ekki fleiri sem kveða sér hljós og þessi liður er raunin ekki til afgreiðslu og sveitarstjórn þakkar samstarfsnefnd fyrir vel unnin störf, þannig að þetta er lagt fram til kynningar. 6. dagskrárliður ber heiti kynning á tillögu samstarfsnefndar sameining við Skorradalshrepp með málsnúmeri 2506065. Í skilabréfi dagsettu 10. júní 2025 leggur samstarfsnefnd sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepp til að henni verði falið að kynna tillögu sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepp og helstu forsendur hennar fyrir íbúum sveitarfélaganna, samanber 4. málsgrein 119. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Enginn sem kveður sér hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu samstarfsnefndar fyrir sitt leyti og felur samstarfsnefnd að kynna tillöguna og helstu forsendur fyrir íbúum. Við bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið og einhverjum kann að þykja þetta að bera í bakkafullan lækinn að taka 3. dagskrárliðinn þetta mál, en við erum bara að gera þetta allt samkvæmt lögum og reglum, þannig að svona skal það vera. 7. dagskrárliður ber heiti skipun stjórnar sameining við Skorradalshrepp með málsnúmeri 2506066. Í skilabréfi dagsettu 10. júní 2025 bendir samstarfsnefnd sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps á að sveitarstjórnir sveitarfélaganna skuli kjósa sameiginlega kjörstjórn fyrir væntanlega íbúakosningu sameiningu eftir nánara samkomulag þeirra samkvæmt 5. málsgrein reglugerðar íbúakosningar sveitarfélaga. Miða skal við að hvert sveitarfélag hafi að minnsta kosti 1 fulltrúa í kjörstjórn og að fjöldi nefndarmanna sé oddatala. Samstarfsnefnd leggur til að kjörstjórn verði skipuð 5 fulltrúum, 3 frá Borgarbyggð og 2 frá Skorradalshreppi og jafnmörgum til vara. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljós og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að Ólafur Pálsson, Sveinbjörn Eyjólfsson og Sóley Sigurþórsdóttir verði aðalmenn og að Skúli Ingvason, Ingibjörg Jónsdóttir og Elín Matthildur Kristinsdóttir verði varamenn í sameiginlegri kjörstjórn fyrir væntanlegar íbúakosningar sameiningu sveitarfélaga, samanber 5. málsgrein reglugerðar íbúakosningar sveitarfélaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. dagskrárlið sem ber heitið tímasetning íbúakosninga sameining við Skorradalshrepp með málsnúmeri 2506064. Í skilabréfi dagsettu 10. júní 2025 leggur samstarfsnefnd sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepp til að atkvæðagreiðsla tillögu sameiningu sveitarfélaganna hefjist þann 5. september 2025 og verði lokið þann 20. september 2025. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir að atkvæðagreiðsla sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps hefjist þann 5. september 2025 og verði lokið 20. september 2025. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið og við erum ekki alveg farin úr þessu ágæta máli, en hann ber heitið kosningaaldur sameining við Skorradalshrepp með málsnúmeri 2506058. Í skilabréfi samstarfsnefndar er lagt til að heimild í 3. málsgrein 133. greinar sveitarstjórnarlaga til lækkunar kosningaaldurs í 16 ár verði nýtt. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljós. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu samstarfsnefndar að nýta heimild í 3. málsgrein 133. greinar sveitarstjórnarlaga til lækkunar kosningaaldurs í 16 ár í komandi atkvæðagreiðslu
sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í dagskrárlið númer 10 sem ber heitið Leitir og réttir og Ragnhildur Eva Jónsdóttir hefur óskað eftir að víkja undir þessum dagskrárlið. Afsakið, hér er ég með hluta af bókun en það er, málsnúmerið er 2505-266 og málsheitið Leitir og réttir 2025 og það er afgreiðsla frá fundi Fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar nr. 53. Fjallskilanefnd Oddsstaða afréttar óskað eftir heimild til að flýta fyrri leit 2025. Fyrri leit verði þriðjudaginn 2. september og fyrri Oddsstaðarétt miðvikudaginn 3. september. Óskað er eftir staðfestingu sveitarstjórnar og að sveitarstjórnin leggi tillöguna fyrir stjórn Fjallskilaumdæmis Akraneskaupstað, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps til ákvörðunar. Ástæður beiðninnar eru einkum þær að fjárhagslega getur verið mun hagstæðara fyrir bændur að fá fé sitt fyrr heim þar sem töluverður munur er á álagsgreiðslum milli vikna í september. Einnig telja bændur allar líkur á því að gróður verði farin að falla á þeim tíma sem réttir eru samkvæmt skipulagi og þar af leiðandi hætta á stöðnun í vexti lamba. Allir bændum sem reka fé á afrétt eru einhuga að færa smalamennskur auk þess sem engin aðili sem þarf að leggja til mannskap í leitir setur sig á móti breytingunum. Seinni hluti leitar og rétta haldist óbreyttur og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að vísa beiðni Fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar að flýta fyrri leit haustið 2025 til stjórnar Fjallskilaumdæmis Akraneskaupstað, Borgarfjarðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps samkvæmt 48. grein laga nr. 6/1986 afréttarmálefni, fjallskil og fleira. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá kemur sveitarstjórnarfulltrúi Ragnhildur Eva Jónsdóttir aftur inn á fundinn. Þá erum við komin að 11. dagskrárlið sem ber heitið Leyfi fyrir hátíðahöldum við Hjálmaklett og götulokunum 28. júní 2025 með málsnúmeri 2505-071 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 707. Þar er framlögð beiðni frá Hinsegin Vesturland og Hollvinasamtökum Borgarness að leyfi fyrir götulokunum, lokunum bílastæða og leyfi til að halda skemmtidagskrá við Hjálmaklett 28. júní næstkomandi vegna hátíðahalda Hinsegin hátíðar Vesturlands og Brákarhátíðar. Byggðarráð fól sveitarstjóra að samþykkja beiðni Hinsegin Vesturlands og Hollvinasamtaka Borgarness tímabundna lokun fyrir almenna umferð hluta Borgarbrautar og Brákarbrautar, skemmtidagskrá við Hjálmaklett og tímabundna lokun bílastæða meðan á hátíðahöldum stendur. Aðstandendur hátíðanna vinna greinilega af miklum metnaði og eftirvænting að byggjast upp fyrir fjölbreyttri dagskrá og byggðarráð vonast eftir góðri þátttöku í bæjarbúa og gesta. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu byggðarráðs að beiðni Hinsegin Vesturlands og Hollvinasamtaka Borgarness tímabundin lokun fyrir almenna umferð hluta Borgarbrautar og Brákarbraut, skemmtidagskrá við Hjálmaklett og tímabundna lokun bílastæða meðan á hátíðahöldum stendur. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 12. liður á dagskrá ber heitið beiðni frá Golfklúbbi Borgarness stuðning með málsnúmeri 2309-287. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 707. Þar er gerð tillaga að fallið verði frá sérstakri samningagerð við golfklúbbinn, lagt til að veittur verði rekstrarstyrkur til klúbbsins líkt og á liðnu ári sem renna mun til dæmis til viðhalds mannvirkja. Byggðarráð samþykkir að vísa til viðauka í fjárhagsáætlun 2025 að veittur verði rekstrarstyrkur að fjárhæð 6 milljónir króna til Golfklúbbs Borgarness. Forseti gefur orðið laust en vekur athygli á því að við höfum þegar afgreitt þetta í viðauka en orðið er laust þennan dagskrárlið. Enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að veittur verði rekstrarstyrkur að fjárhæð 6 milljónir króna til Golfklúbbs Borgarness. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki.
og það er einhver sem kann að vera á móti og einn sem situr hjá. Þá erum við komin að 13. dagskrárliði sem ber heitið Samstarf um uppbyggingu á íbúðarhúsnæði í Bjarslandi með málsnúmerið 1912-083 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 707. Vinna við gatnagerð í nýju hverfi í Bjarslandi stendur yfir og framundan fyrsta auglýsing úthlutun lóða. Nafngift gatna í hverfinu var tekið til umræðu í byggðarráði og byggðarráð samþykkir að götuheiti verði eftirfarandi: Fjóluklettur, Fífuklettur, Birkiklettur og Kveldúlshöfði. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að götuheiti í nýju hverfi í Bjarslandi verði Fjóluklettur, Fífuklettur, Birkiklettur og Kveldúlshöfði og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 14. dagskrárlið sem ber heitið Göngustígar, verðfyrirspurn með málsnúmeru 2503-353 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 707. Farið yfir tillögur að stígum við Borgarnes í átt að Hamri, verðfyrirspurnar lögð fram. Byggðarráð felur sveitarstjóra að ljúka hönnun á stíg milli þéttbýlisins í Borgarnesi og Hamars, leita tilboða í verkið í framhaldinu og kynna fyrir byggðarráði. Mikilvægt er að vinnan verði í góðu samstarfi við vegagerðina. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að ljúka við hönnun á stíg milli þéttbýlisins í Borgarnesi og Hamars og í framhaldinu leita tilboða í vinnu við verkið í góðu samstarfi við vegagerðina. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið í dag sem ber heitið Brákarbraut 25, gamla sláturhúsi, áætlun niðurrið með málsnúmeru 2409-047 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 710. Í framhaldi af afgreiðslu á fundi númer 709 í byggðarráði er kynnt nýtt verk yfirlit vegna ástands niðurrifs á fyrsta áfanga. Jafnframt kynnt drög að fyrirkomulagi niðurrifs á öðrum áfanga sem væri þá burstir gamla sláturhússins. Framlögð kostnaðaráætlun niðurrif á 3 burstum gamla sláturhússins í Brákarey þar sem verkinu hefur verið skipt í 2 áfanga. Einnig upplýst að við niðurrif á fyrsta áfanga hefur mun meira magn farið í urðun heldur en áætlað var í niðurrifsáætlun vegna mikillar einangrunarblöndunar í steypu og mikillar magnaukningar í asbesti. Byggðarráð felur sveitarstjóra að láta fara fram verðfyrirspurn í báða áfanga við niðurrif á burstum gamla sláturhússins. Ekki er fyrirsjáanlegt að kostnaður við verkið verði umfram ramma í fjárfestingaráætlun. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Eins og kom fram í lið 2 í viðaukanum þá er lið 2 í dagskrá sveitarstjórnarfundarins viðaukan við fjárhagsáætlunina þá er fyrirséð að rekstur sveitarfélagsins er þungur og óvíst með niðurstöðu ársins. Stefnir annaðhvort í að vera alveg í jafnvægi eða jafnvel að afkoma verið neikvæð. Ég vil því ítreka bókun mína í byggðarráði mikilvægi þess að ráðast ekki í framkvæmdir sem er ekki nauðsynlegar og nýtast ekki beint íbúum sveitarfélagsins og vil ég leggja fram fyrir hönd minnihluta sveitarstjórnar eftirfarandi bókun. Niðurrif á bustunum 3 er ekki á neinn hátt nauðsynleg framkvæmd á þessum tímapunkti og því liggur beinast við að fresta þeim áformum meirihlutans, sérstaklega í ljósi versnandi rekstrarafkomu sveitarfélagsins. Ef meirihlutinn ákveður á þessum sveitarstjórnarfundi að ráðast í niðurrif á bustunum 3, þá lýsir það ekki fjárhagslegri ábyrgð á rekstri sveitarfélagsins. Heldur virðist að skipta Framsóknarflokkinn meira máli að jarða svikin kosningaloforð gagnvart Borgbílafélagi Borgarfjarðar en að viðhafa fjárhagslega ábyrg vinnubrögð í rekstri Borgarbyggðar.
Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson, og orðið er ennþá laust þennan 15. dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Já, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn, aðrir áheyrendur. Ég ætla bara að taka það fram að það er ekki verið að samþykkja hér á þessum fundi að láta fara fram frekara niðurrif en nú þegar er hafið. Heldur er einungis verið að samþykkja að láta fara fram verðkönnun á því og hún er ekki bindandi. Ákvörðunin sem slík er tekin þegar að niðurstaða úr þeirri verðkönnun liggur fyrir. En já, ég ætla bara að koma þessu á hreint. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Telma Harðardóttir er beðið orðið. Gjörðu svo vel, Telma. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Það er náttúrulega auðvitað rétt það sem að Davíð segir, að þetta er auðvitað bara verðfyrirspurn, en þetta lýsir samt vilja meirihlutans hérna að fara í þetta niðurrif, sem er náttúrulega hafið nú þegar og búið að gera ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Sko, maður spyr sig bara fyrir hvern er þetta. Það er nú það sem liggur helst fyrir mér. Mig langar að fá að vita fyrir hvað er þetta. Það hefur verið rætt í þessari umræðu að þetta sé slysagildra, þetta sé gríðarlegur kostnaður fyrir sveitarfélagið, en í öllu falli það liggur fyrir að þarna þarf að tæma húsnæðið og það er hægt að slökkva á rafmagninu og hætta að borga. Það er rosalega einfalt mál. Það er bara þannig líka að við erum ekki fyrsta sveitarfélagið undir sólinni sem á húsnæði sem er bannað börnum. Og ef það er vandamálið þá er hægt að finna lausnir sem eru ódýrari en það að fara í heildrænt niðurrif á húsnæðinu. Það liggur eitthvað annað að baki hérna og mig langar bara að fá að forvitnast hvað vakir fyrir framsóknarmönnum með þessu niðurrifi sem er svo ótímabært. Takk fyrir það, Telma Harðardóttir. Forseti ætlar að biðja varaforseta að taka við fundarstjórn svo ég geti brugðist við þessu. Orðið er laust. Er einhver sem kveðst til hljóðs? Guðveig Eyglóardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, það er spurt hvað vaki fyrir okkur með þessu niðurrifi og það er bara gott að fá tækifæri til þess að sjálfsögðu er hér bara pólitíska ákvörðun að ræða og þá vil ég segja það að þetta hús og þessar byggingar hafa staðið þarna óhreyfðar út í Brákarey síðan 2008. Það hefur ekkert gerst þarna, það hefur ekkert verið gert, engar ákvarðanir verið teknar í 20 ár nær þessi húsnæði og já, það er pólitísk ákvörðun að taka ákvörðun það að rífa þessi húsnæði niður og skapa með því verðmætari eign og mögulega bara áhugaverðari eign fyrir framkvæmdaaðila að koma að. Við getum alveg haldið áfram að horfa á þessar byggingar þarna næstu 10 árin í kjarkleysi, en ég vil bara segja það að fulltrúar Framsóknar í sveitarstjórn Borgarbyggðar eru verkefnadrifið fólk og það er ástæðan fyrir því að við erum að framkvæma hér út í Brákarey, við erum að framkvæma hér upp á Kleppjárnsreykjum, við erum að skipuleggja lóðir hérna allan bæ. Það hafa aldrei verið fleiri byggingarkranar að verkum hér í þessu sveitarfélagi. Við erum að byggja upp risastór mannvirki, við erum búin að skipuleggja hér íbúðalóðir og atvinnulóðir og þetta er bara hluti af uppbyggingu að fara í verkefnin, að gera hlutina, skapa verðmæti hér fyrir sveitarfélagið í staðinn fyrir það að standa í 20 ár og horfa á einhverjar eignir og velta fyrir sér hvað við ættum að gera. Þetta er bara þvílík óprýði sem hefur verið að þessum byggingum þarna úti í eyju og hún á bara betra skilið og ég skal bara lofa ykkur því að Brákarey verður bara álitlegari fjárfestingarkostur þegar það er búið að hreinsa þetta í burtu og ég get bara sagt það og ég stend það að ljúka þessu kjörtímabili hér eftir að hafa verið hérna í sveitarstjórn síðan 2014. Ég er bara stolt af því ef ég get gengið hér í burtu eftir að hafa hreinsað eyjuna og gert hana að betri fjárfestingarkosti fyrir sveitarfélagið og grunn að einhverju merkilegri og skemmtilegri framtíð heldur en við höfum þurft að horfa þarna upp á síðan 2008. Þannig að það er mín skoðun og ég bara hika ekki frá því, ég er bara stolt af því að við skildum vera svona verkefnadrifin og bara vaða í málið og þora því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig.
Orðið er enn laust. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur, bara gott og vel. En þá spyr ég líka, er komin kaupandi að þessu öllu saman? Vegna þess að ég velti fyrir mér, af hverju eru við að reyna að pakka Brákareigin í góðar umbúðir, gera hana söluvænlegri fyrir fjárfesta? Ég meina, sátu við ekki mörg hérna á fundi í Hjálmakletti og horfa á eitthvað rammaskipulag sem við verið að vinna deiluskipulag upp úr núna? Þarf að selja prógrammið til einhvers annars? Er ekki komin fjárfestir að verkefninu? Er ekki búið að skrifa undir samninga? Hvað er í gangi? Er búið að tryggja það að sá peningur sem verður settur í Brákareigin með svona niðurrifi komi hratt tilbaka, vegna þess að hann er jú allur tekinn á láni? Við erum að fara að borga vexti leið og það er búið að greiða fyrir það sem hefur verið gert þarna úti, þá byrjum við að borga vexti. Og þá er eins gott að það sé fjárfestir tilbúin til þess að kaupa á þeim kjörum sem það kostar þegar það er búið að rífa þetta niður. Takk fyrir þetta, Thelma. Orðið er enn laust og ég geri ráð fyrir því að fleiri vilja kveða sér hljóðs. Kristján Rafn, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og góðir áheyrendur. Mér finnst að öskubuskan okkar þarna úti í eyjunni eiga betri daga skilið og ég er alveg sammála framsóknarmönnum að það þurfi að flýta framkvæmdahraða við að gera hana svolítið fallegri. Og það er alveg rétt sem kom fram í máli forseta sveitarstjórnar hérna áðan að of langur tími hefur liðið. En ég vil benda á samt sem áður að við verðum alltaf að sýna fjárhagslega ábyrgð og það er það sem að skipti máli í dag og líka það að nýta þær byggingar sem við mögulega getum þannig að við séum ekki að kasta kasta króninni og halda aurnum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Kristján Rafn Sigurðsson. Orðið er enn laust. Guðveig Eyglóadóttir, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði kannski bara að bæta því við að við erum ekki búin að gera og skrifa undir samninga við einn eða neinn, enda getum við sjálfur sér ekki gert einhverja bindandi samninga meðan við erum að vinna að deiluskipulaginu sem er vissulega í gangi og byggir á þeim rammaskipulagi sem hefur verið unnið fyrir okkur. En ég vil bara ítreka það að með þessu niðurrifi teljum við að við séum að bæði að skapa verðmæti og skapa góða samningsaðstöðu fjárhagslega fyrir sveitarfélagið í framhaldinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er enn laust. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo er ekki og þá vil ég biðja forseta að taka aftur fundarstjórn. Takk fyrir það, Eva Margrét, og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu byggðarráðs sem að fela sveitarstjóra að láta fara fram verðfyrirspurn í báða áfanga við niðurrif á bustum gamla sláturhússins. Ekki er fyrirsjáanlegt að kostnaður við verkið verði umfram ramma í fjárfestingaáætlun. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er einhver sem kunni að vera á móti. 2 á móti, 3 á móti. 4 á móti og 5 með. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 16. Og það er samningsgerð rekstur tjaldsvæðis í Borgarnesi með málsnúmeri 2505-074 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 710 og það er framlagður samningur við AS rekstur og þjónustu EHF rekstur á tjaldstæði í Borgarnesi. Byggðarráð samþykkir samhljóða framlagðan samningum fyrir sitt leyti og felur sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða samning við AS rekstur og þjónustu EHF rekstur tjaldsvæðis í Borgarnesi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að 17. dagskrárlið í dag sem ber heitið umgjörð leikskóla hjá Borgarbyggð með málsnúmeri 2501/035 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 710, afgreiðsla frá fundi fræðslunefndar nr. 243. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs fer yfir minnisblað tillögur að breytingu á umgjörð leikskóla í Borgarbyggð. Tillögurnar fela í sér að bæta umgjörðina þannig að veruleiki styttingar vinnuviku sé viðurkenndur inn í kerfið. Tillagan felur ekki í sér þjónustuskerðingu eða kostnaðarauka til foreldra. Væntingar eru að tillögurnar muni bæta starfsaðstæður leikskóla í Borgarbyggð og þeir verði áfram eftirsóknarverðir vinnustaðir þar sem framúrskarandi og faglegt leikskólastarf fer fram. Fræðslunefnd samþykkir tillögurnar fyrir sitt leyti og einnig tillögur að uppfærðum verklagsreglum fyrir leikskóla. Málinu er vísað áfram til byggðarráðs til umræðu. Áður en málið fer til byggðarráðs er óskað eftir umsögnum frá skólastjórnendum og foreldraráði leikskóla og þetta var samþykkt samhljóða. Til fundarins kom Hlöðver Ingi Gunnarsson, sviðsstjóri fræðslusviðs. Byggðarráð styður heils hugar afgreiðslu fræðslunefndar og samþykkir fyrir sitt leyti framlagðar tillögur að skipulagi og breytingu á gjaldskrá leikskóla. Samþykkt að fela sveitarstjóra að fullvinna tillögur að gjaldskrá og þetta var samþykkt samhljóða jafnframt í byggðarráði og vísa til afgreiðslu í sveitarstjórn og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það fyrirgefur, Ragnhildur Eva gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil bara koma hérna upp og fagna þessari niðurstöðu fræðslunefndar að fara í þessa vinnu. Það var unnið mjög vel saman þvert á flokka og þetta er niðurstaða sem ég held að komi sveitarfélaginu vel til framtíðar og foreldrum líka. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ragnhildur Eva. Við getum tekið öll undir það. Og orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Kristján Rafn gjörðu svo vel. Já, forseti, fulltrúar og starfsfólk. Það er smá fyrirspurn hérna hjá mér. Erum við þá að samstrekkja þessa gjaldskrá þetta núna eða kemur hún seinna til afgreiðslu? Það var spurningin. Sveitarstjóra var falið að fullvinna tillögur að gjaldskrá. Hvað segir ég? Er verið að samþykkja hana núna undir þessum lið? Já. Já. Þá vildi ég leggja fram bókun. Mér finnst bara alveg gjörsamlega óskiljanlegt að tímagjaldið á leikskólanum sé þá svona í hróplegu ósamræmi með við tímalengd vistunar. Það eru þá eingöngu þeir sem að geta haft börnin í 6 tíma vistun, þar sem að gjaldið lækkar 74% og hinir fá að borga það sama áður, ef það er rétt skilið hjá mér. Mér finnst þetta bara alveg gjörsamlega óskiljanlegt að ganga bara hálfan takt í einu og stuðla svona hróplegu ójafnræði ungra íbúa sem eiga tök á að hafa börn sín í skemmri vistun og gagnvart þeim sem þurfa á lengri vistun leikskólabarna að halda. Og það er áskorun til meirihluta sveitarstjórnar að ganga alla leið og gera bara leikskólastigið gjaldfrítt líkt og tíðkast í öðrum sveitarfélögum með því að taka til á öðrum stöðum í rekstri. Með þeirri aðgerð erum við að hlúa að unga fólkinu okkar og styðja við þau á tímum sem þau mest þurfa þess. Takk fyrir það, Kristján Rafn. Því er kannski stuttlega svarað að það er að sjálfsögðu engin ein leið sem er og kerfi sem er rétt eða best fyrir alla í þessu en í þessu var verið að reyna að taka með að því að ólíkt því sem verið að gera í Kópavogi til dæmis, þetta verður ekki hækkun að ræða en ég get svarað því varðandi gjaldfrjálsa leikskóla þá erum við náttúrulega komin í þá stöðu þurfa að ráða miklu meira af starfsfólki inn í leikskólana
og kostnaðurinn við gjaldfrjálsa leikskóla myndi skipta miklum fjármunum. En Eðvarð Ólafur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn, aðrir áhorfendur, takk fyrir þessa athugasemd Kristján. Ég held að við séum öll sammála hér að sjálfsögðu vildum við hafa leikskólann okkar gjaldfrjálsa. En það gleymist nú samt í þessari umræðu að við erum nú bara að borga stærsta hluta af vistunargjöldum barna nú þegar. Ég held að sé bara metnaðarfullt markmið að á einhverju tímapunkti getum við verið á þeim stað að geta leyft okkur það að hafa þetta frítt. Og þetta er náttúrulega fólk er á því skeiði í lífinu yfirleitt að þetta er svona erfiðast eins og við veitum. Bara svona til upplýsinga, þá er enginn í kerfinu okkar í dag í 6 tíma vistun. Bara til að lýsa kannski ástandinu í samfélaginu okkar. Styttingu vinnuviku hefur bara fært upp ýmsar áskorunir, ekki bara fyrir borgarbyggð, heldur bara öll fyrirtæki og stofnanir í héraðinu, hér líkt og annar staðar. Og það er bara ennþá verið að fóta sig þennan veg og kannski erum við bara að fara í gegnum fyrsta skaflinn hérna og ég vil nota tækifærið og þakka eins og kom hérna fram áðan, fræðslunefnd sem vann sérstaklega vel saman að þessu máli, reyndar eins og yfirleitt, en bara sérstaklega vel, og fræðslusviði líka, og svo vinna sem er búin að fara í þessa greiningu er ótrúlega vönduð. Það er búið að velta við öllum steinum og mér finnst þetta frábært fyrsta skref og ég bara segja hér að ég er bara mjög stoltur af þessu, en að sjálfsögðu horfum við alltaf áfram á sjóndeildarríkinu og bætum okkur vonandi bara ennþá meir í framtíðinni. En þetta eru góð fyrstu skref. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvarð Ólafur. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga að bókun fyrir. Sveitarstjórn samþykkir framlag tillögu sviðsstjóra fjölskyldusviðs að uppfærum verklagsreglum í umgjörð leikskóla ásamt breytingu á gjaldskrá. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það eru 8 sem samþykkja, einhver sem kann að vera á móti, 1 sem situr hjá. Þá erum við komin á 18. dagskrárlið sem ber heitið Staðan á leikskólum í Borgarnesi 2025 vor með málsnúmeri 2504-088 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 710 og þar er framlögð kostnaðaráætlun vegna endurbóta og stækkunar á húsnæði Klettaborgar, samanber afgreiðslu frá fundi byggðarráðs nr. 707. Til fundarins undir þessu lið kom Guðni Rafn Ásgeirsson, umsjónarmaður fasteigna. Byggðarráð samþykkti að hefja vinnu við uppsetningu á færanlegum kennslustofum við húsnæði Klettaborgar í samræmi við umræður á fundi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að hefja vinnu við uppsetningu á færanlegum kennslustofum við húsnæði Klettaborgar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 19. dagskrárlið og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 710 og þar var farið yfir tilnefningar listamanneski Borgarbyggðar 2025. Þórunn Kjartansdóttir forstöðumaður menningarmála sat fundinn undir þessum lið og byggðarráð samþykkti val á listamanneski Borgarbyggðar 2025 en valið verður gert opinbert 17. júní næstkomandi. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og eðli málsins samkvæmt þá er leynd yfir þessu þangað til að því kemur á 17. júní. En það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu valnefndar listamanneski Borgarbyggðar árið 2025. Samkvæmt venju verður tilkynnt hver hlýtur titilinn við hátíðahöld í Borgarnesi þann 17. júní næstkomandi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 20. lið á dagskrá sem ber heitið Gjaldskrá úrgangsþjónustu 2025 með málsnúmeri 2504-101 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 710. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillaga að gjaldskrá frá Íslenska gámafélaginu á móttökustöðinni í Borgarnesi verði innleidd. Samhliða því verði komið á klippikortum fyrir fasteignaeigendur í sveitarfélaginu með tiltekinni inneign og verður kostnaður við rekstur móttökustöðvarinnar áfram innheimtur með fasteignagjöldum. Stefnt er að því að innleiða rafrænt klippikort sem mun taka gildi 1. september á þessu ári.
Umhverfis- og landbúnaðarnefnd vill árétta að þessar breytingar eru óhjákvæmilegar til að koma í veg fyrir að kostnaður vegna úrgangs annarra en fasteignaeigenda sveitarfélagsins falli á greiðendur fasteignagjalda í Borgarbyggð. Málinu vísað til kynningar í byggðarráði og í kjölfarið til afgreiðslu sveitarstjórnar. Byggðarráð samþykkti afgreiðslu umhverfis- og landbúnaðarnefndar fyrir sitt leyti og vísaði til staðfestingar í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Kristján Rafn, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar og starfsmenn. Það var eitt sem mér hugkvæmdist í sambandi við þetta, það að verið að tala fasteigna eigendur þarna. Það eru fleiri íbúar hérna í sveitarfélaginu og ég var að velta fyrir mér að það yrði þá ekki tekið tillit til þeirra íbúa í sveitarfélaginu sem væru bara leigjendur. Það er fullt af leigjendum hérna í sveitarfélaginu og þau þurfa að endurnýja innbú sitt og annað slíkt og það er þá væntanlega mikið dýrara fyrir þau að endurnýja sitt innbú eins og allir fasteignaeigendur þurfa að gera með sitt innbú. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristján. Sigrún Ólafsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Mig langaði aðeins að koma hér og svara honum Kristjáni, þeim vangaveltum. Þetta mál fékk mikla umfjöllun inn í nefndinni, umhverfis- og landbúnaðarnefnd, og var velt þar á marga vegu. Við nutum eða kölluðum eftir upplýsingum frá sviðinu sem þetta sér hjá okkur í Borgarbyggð og skoðum þetta vel bæði fjárhagslega og svona hvernig framkvæmdin á þessu væri best. Það kerfi sem núna, þá náttúrulega þetta innheimt með fasteignagjöldum og hugmyndin varðandi klippikortin akkúrat þannig að þetta fylgi áfram fasteignunum sem að geri það náttúrulega verkum að það eru bara ákveðnar íbúðir og annað slíkt sem að hefur í raun og veru tunnurnar áfram og allt það eins og það hefur gert. Þegar hins vegar fólk fer og losar sig við auka rusl, að þá náttúrulega eru ákveðnir gjaldflokkar sem að ekkert innheimt fyrir upp frá og það verður þannig áfram. Hins vegar var litið svo á að þegar að fólk mætir þangað upp eftir, að þá væri í raun og veru klippikortið að þjóna þeirri húseign sem að fólkið kemur frá. Þannig að þetta ætti ekki að breyta stórkostlega fyrir fólk að öðru leyti en því að það náttúrulega í einhverjum stórkostlegum, eins og kannski þú nefndir áðan, stórkostlegum tiltektum eða einhverju slíku. En þetta var í raun og veru niðurstaðan að svona væri besta fyrirkomulagið og það sem að við vorum að hugsa með klippikortunum væri það að þetta myndi áfram þjóna okkar fasteignaeigendum og íbúum hér innan sveitarfélags. En þeir sem að kannski að mæta á gámastöðuna og búa ekki í sveitarfélaginu, að þeir væru að greiða þann kostnað sem að samkvæmt þessari gjaldskrá fellur á þá. Þannig að við vorum svona aðeins með þessu að reyna að koma því til skila að við værum að gefa, við getum orðað þannig, íbúunum forskot á því að losa sitt rusl og þetta klippikort með ákveðnum magni, ekki endalaust, væri í raun og veru að dekka það vel sem að til félli. Mér langar í framhald af þessu, þetta kemur undir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar á eftir líka, en þetta var mikið rætt svona það líka hvenær þetta ætti að taka gildi og með hvað hætti þetta ætti að vera. Það var eiginlega samdóma álit nefndarinnar sem var mjög samstiga í þessu máli að finna góða lausn fyrir íbúa og sveitarfélagið, að við myndum gefa okkur svolítinn tíma til þess að kynna þetta vel. Þannig að íbúar væru alveg með það á hreinu þegar þetta tæki gildi, hvernig þetta yrði gert og í framhaldi einmitt af þinni fyrirspurn, Kristján, að þá munum við útlista það mjög vel. Þannig að það eigi allir að koma saman borði með það að hafa sama skilning og hvernig þeir geta nýtt
sinn aðgang að þessu. Gott í bili, takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir, og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið gjaldskrá úrgangsþjónustu 2025. Það enginn sem kveður sér hljós og þá eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu umhverfis- og landbúnaðarnefndar en í henni felst að innleidd verði gjaldskrá frá Íslenska gámafélaginu á móttökustöðinni í Borgarnesi. Komið verði á klippikortum fyrir fasteignaeigendur í Borgarbyggð og tafarlaust og kostnaður við rekstur móttökustöðar verði áfram innheimtur með fasteignagjöldum. Stefnt að því að rafrænt klippikort taki gildi 1. september á þessu ári. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 21 sem ber heiti Ársfundur Brákar íbúðafélags 2025 með málsnúmeri 2506-004 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 710. Framlagt boð á ársfund Brákar íbúðafélags HSS 11. júní 2025. Framlagt og sveitarstjóra falið að mæta fyrir hönd sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Framlagt og sveitarstjóra falið að mæta fyrir hönd sveitarfélagsins. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 22 sem ber heiti Skóladagatölu fyrir leik-, grunn- og listaskóla Borgarbyggðar með málsnúmeri 2501-033 og það afgreiðsla frá fundi fræðslunefndar frá fundi nr. 243. Þar lögð fram ósk leikskóla viðbótarskipulagsdag vegna námsferðar. Fræðslunefnd samþykkir að Andabær og Hnoðraból fái viðbótarskipulagsdag. Leikskólarnir munu birta uppfært skóladagatal. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu fræðslunefndar að Andabær og Hnoðraból fái viðbótarskipulagsdag vegna námsferðar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 23 sem ber heiti Hraunsás 3 umsókn aðalskipulagsbreytingum með málsnúmeri 204514. 20 fyrirgefið, ég forseti allar aðeins afsakið þetta, forseti ætlar að byrja hérna aftur. Það dagskrárlið nr. 23, Hraunsás 3, umsókn aðalskipulagsbreytingu, það landsnúmer 204514 og málsnúmer 2404-320 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 77. En þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir sitt leyti. Breytingartillagan tekur til svæðis í landi Hraunsás 3, landsnúmer 204514 og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 32. grein skipulagslaga. Breytingin tekur til svæðisins í landi Hraunsás 3, landnúmer 204524 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 24 sem ber heiti Hraunsás umsókn deiliskipulag, landnúmer 204514 og málsnúmer 2411-033. Það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 77. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá
Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 25 sem ber heitið Galtarholt 3, landnúmer 135043, deiliskipulag með málsnúmeri 23.02.212. Þetta var liður sem fór út. Þá erum við komin að dagskrárlið númer þá væntanlega 25 sem heitir Galtarholt 3, umsókn um deiliskipulag, málsnúmeri 24.12.184, rétt, eða ekki? Og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 77. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja til auglýsingar tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir hjólhýsabyggð í Galtarholti 3. Lagður fram uppdráttur dagsettur 20.12.2024. Deiliskipulagsbreyting gerð samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður fram uppdráttur dagsettur 20.12.2024. Deiliskipulagsbreyting gerð samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 26 sem ber heitið Stuttárbotnar, Húsafell 3, landsnúmer 134495, deiliskipulag með málsnúmeri 23.01.040. Það afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 74 og þar segir í bókun: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja til auglýsingar tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Stuttárbotna í Húsafelli. Lagður fram uppdráttur dagsettur 18.02.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar fyrir Stuttárbotna í Húsafelli. Lagður fram uppdráttur dagsettur 18.02.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 27 sem ber heitið Krummshólapartur 2, umsókn um deiliskipulag með málsnúmeri 25.02.294 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 77. Þar segir í bókun: skipulags- og byggingarnefnd bendir á að einungis heimilt að vera með útleiguhús þar sem föst búseta. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja til auglýsingar tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Krummshólapart 2 með þeim fyrirvara að fyrirliggjandi sé undirritað samþykki landeiganda aðliggjandi lands varðandi heimild til að aðkoma að svæðinu liggi að hluta til á hans landi. Lagður fram uppdráttur dagsettur 30.05.2025. Málsmeðferð samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga tillögu að deiliskipulagi til auglýsingar. Lagður fram uppdráttur dagsettur 30.05.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 28. liður á dagskrá í dag ber heitið Jarðlangstaðaland, Langárbyrgi, landsnúmeri 177317, nýtt deiliskipulag með málsnúmeri 24.02.234 og það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 77 og þar segir í bókun nefndarinnar: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru eftir kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki.
og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 29 sem ber heitið Vesturhluti Tvídægru og Hellistungur, stofnun fasteignar, þjóðlendu með málsnúmer 2505-248. Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 77 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að stofnuð verði fasteign þjóðlenduna á vesturhluta Tvídægru og Hellistungum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu skipulags- og byggingarnefndar að stofnuð verði fasteigna þjóðlenduna á vesturhluta Tvídægru og Hellistungu og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 30 sem ber heiti Austurhluti Langavatnsdals, stofnun fasteignar þjóðlendu með málsnúmeri 2505-117. Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 77 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að stofnuð verði fasteign þjóðlenduna í austurhluta Langavatnsdals. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu skipulags- og byggingarnefndar að stofnuð verði fasteign þjóðlenduna í austurhluta Langavatnsdals og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 31 sem ber heitið Aðalskipulag endurskoðun vinnslutími með málsnúmeri 2301-075. Það er jafnframt afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nr. 77 og þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja svör við athugasemdum og ábendingu Skipulagsstofnunar og þær lagfæringar sem gerðar eru á tillögu endurskoðunar aðalskipulags eftir kynningartíma. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir svör við athugasemdum og ábendingu Skipulagsstofnunar og þær lagfæringar sem gerðar eru á tillögu endurskoðunar aðalskipulags eftir kynningartíma. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 32 sem ber heitið Aðalfundur Faxaflóahafna miðvikudaginn 4. júní kl. 15:00 með málsnúmeri 2505-108. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 708. Framlagt boð á aðalfund Faxaflóahafna sem fer fram miðvikudaginn 4. júní 2025. Framlagt og sveitarstjóra falið að mæta á fundir fyrir hönd sveitarfélagsins. Sveitarstjóri upplýsti að í undanfara fundarins hefði hann ítrekað gagnvart formanni stjórnar og forstjóra Faxaflóahafnar sjónarmið að fjármagnsskipan Faxaflóahafna yrði tekið til endurskoðunar með það fyrir augum að beinn ávinningur eiganda yrði meiri, samanber afgreiðslu byggðarráðs Borgarbyggðar dagsett 19. desember 2024. Byggðarráð tekur undir ábendingar fjármála- og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar í greinargerð B-hlutafyrirtækja í nýjum ársreikningi Reykjavíkurborgar en þar segir mikilvægt er að halda áfram rýningu á fjármagnsskipan félagsins með hliðsjón af kröfum eiganda arðsemi og eigin fjárhlutfalls. Að sama skapi er mikilvægt að félagið hafi á hverjum tíma getu til að greiða eigendum sínum eðlilegan arð af því fé sem bundið er í félaginu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Á aðalfundi Faxaflóahafna var tekið mikilvægt skref í þá átt að auka beinan ávinning eiganda Faxaflóahafna af góðri aðkomu félagsins í samræmi við niðurstöðu fundarins mun Borgarbyggð fá greiddar 48 milljónir króna vegna liðins árs samanborið við 3,5 milljónir króna arðgreiðslu árið áður. Sveitarstjórn Borgarbyggðar styður að á vettvangi eiganda verði haldið áfram að vinna við að rýna fjármagnsskipan félagsins til hagsbóta fyrir félagið sjálft og eigendur þess og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 33 sem ber heitið Aðalfundur MHR 2025 með málsnúmeri 2505-154 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 709 og þar er framlagt fundarboð og fundargögn aðalfunda miðstöðvar héraðsskjalasafna. Framlagt og mætti Jóhanna Skúladóttir héraðsskjalavörður á aðalfundinn fyrir hönd Borgarbyggðar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun.
framlagt og staðfest fer Jóhanna Skúladóttir héraðsskjalavörður á fundinn fyrir hönd Borgarbyggðar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður númer 34, leyfisumsókn rallaksturskeppni 2025 með málsnúmeri 2506/028 og þar er framlögð beiðni frá Bifreiðaíþróttaklúbbi Reykjavíkur leyfi fyrir rallaksturskeppni 20. júní 2025. Leiðir keppninnar eru til dæmis Kaldadal og Uxarhryggi og loka þarf vegum á meðan á keppni stendur. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti beiðni Bifreiðaíþróttaklúbbs Reykjavíkur, Uxarhryggir og Kaldidalur gegna mikilvægu hlutverki, ekki síst fyrir ferðaþjónustu í uppsveitum Borgarfjarðar. Sveitarstjórnin leggur áherslu á að lokun verði í lágmarki og vegurinn verði ekki í lakara ástandi að aflokinni keppni. Ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við búin með þann áfanga sem tengist afgreiðsluliðum sveitarstjórnar og förum þar næst í fundargerðir. Og 35. liður á dagskrá er fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 707. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð byggðarráðs. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst hún framlögð. Dagskrárliður númer 36 er fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 708 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst hún framlögð. Dagskrárliður númer 37 er fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 709. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá er það dagskrárliður númer 38, fundargerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 710. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst hún framlögð. Og þá erum við komin að dagskrárlið númer 39 og það er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 78 og ég bið formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að koma hér og fara yfir fundargerðina. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur, þá vindum við okkur hér að fara yfir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Fyrsta mál á þeim fundi var gjaldskrá úrgangsþjónustu og við vorum búin að fara aðeins yfir þetta hérna áðan þar sem að komi fyrirspurn varðandi þessa framkvæmd. En nefndin, eins og áður kom fram, ég vil ítreka hér, nefndin átti gott samstarf við starfsfólk Borgarbyggðar til þess að finna út úr þessu eða komast að góðri niðurstöðu varðandi þessi mál, þannig að niðurstaðan varð að fara sérst í klippikort sem að tekur gildi 1. september því að eins og flestir vita þá náttúrulega þetta gjald er uppgað með fasteignagjöldum. Það er náttúrulega verið lagt á og greitt samkvæmt í það sem eftir er ársins, en þessi klippikort koma til notkunnar þá í raun og veru fyrir þá sem að þurfa að losa sig við meira dót en eru innan sveitarfélags og þetta er fyrst og fremst verið að ná utanum að við séum að gera þetta þannig að þegar hent er að þá er greitt og að stórum hluta að þá fór umræðan í að ná svona utanum það hvernig við getum látið íbúana og fasteigna eigendur hér í sveitarfélaginu njóta góðs af því og þannig að það væri gott fyrir sveitarfélagi líka. En að sama skapi bjóðum við náttúrulega upp á það að fólk getur mætt á gámastöðina og er þá jafnvel utan sveitar og þá fyrir þá flokka sem að er greitt fyrir að það sé þá gjaldskrá við lýði sem að hægt er að fara eftir í þeim efnum. Eins og ég sagði áðan að áður en þetta tekur gildi 1. september þá verður þetta kynnt mjög ítarlega og vel og við vonum innilega að þetta komist skýrt til skila til fólks og valdi þeim ekki óþægindum.
og við í raun og veru teljum að þetta sé svona það kerfi sem að best getur þjónað hagsmunum sveitarfélags og íbúa. Númer 2, að þá var söfnun á rúlluplasti, verið að ræða það, en á síðustu árum hefur það verið þannig að Íslenska gámafélagið hefur séð að safna rúlluplasti og gert það bara samkvæmt sorphirðudagatalli. En núna í endurskoðun fyrirkomulag á þessari söfnun og við byrjuðum svona aðeins yfirferð á þessu á síðasta fundi og í framhaldi að þá var starfsmanni nefndarinnar falið sem sagt að afla frekari gagna fyrir næsta fund og birta okkur á næsta fundi. En þetta er svo þjónusta sem þeir hafa í raun og veru sinnt fyrir okkur á síðustu árum og svona mikilvægt að halda inni en við höfum verið aðeins að skoða með hvaða hætti það verið gert. Númer 3, þar var liður sem heitir umsóknir styrk- og framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Þar höfum við verið að reyna að virkja og gera hlut sveitarfélagsins meiri. Hann hefur verið allt of lítill á síðustu árum. Varðandi þá fjármuni sem hægt er að sækja í og nýta til uppbyggingar innan sveitarfélagsins. Og bókun, af því að þetta var svona fyrsta umræða hjá okkur varðandi þetta núna eftir að við fengum niðurstöðu og synjanir á því sem við sóttum að þá var bókað eftirfarandi að umhverfis- og landbúnaðarnefnd feli umhverfisfulltrúa að yfirfara umsóknir og synjanir með það að markmiði að finna út úr því hvaða leiðir eru færar fyrir okkur og í framhaldi að gera drög að nýjum umsóknum fyrir næsta umsóknarferli og vera svona vel undirbúin fyrir það, en umsóknarfrestur yfirleitt að renna út í október. 4. liður á dagskrá nefndarinnar var útleiga á Slídalstjörn. Þetta er mikill tungubrautur og við tékkuðum á því hvort við værum að fara með rétt mál. Þetta er ekki alveg þetta er ekki auðveldasta nafnið og þetta hefur sem sagt verið auglýst til leigu á heimasíðu sveitarfélagsins. Sá samningur var runnin út núna og var samþykkt samhljóða að fela umhverfisfulltrúa að auglýsa tjörnina til leigu á heimasíðu sveitarfélagsins. 5. liður á dagskrá heitir úrgangsmál undirbúningur fyrir fjárhagsáætlun og þar fengum við gesta á fundinn, Stefán nokkurn Gíslason, til þess að fara yfir vangaveltur, hvað við getum gert betur í úrgangsmálum og þess háttar. Og þetta var svona eiginlega bara fyrsti spjallfundur til þess að undirbúa okkur undir yfirferðin í haust. Alltaf gagnlegt að taka spjallið og svona spegla sig í því sem að gerast annars staðar og hvað við hugsanlega getum gert betur fyrir íbúa og sveitarfélagið. 7. liður, þar var farið yfir gjaldskrár og þar var rennt yfir þær og lagðar fram til kynningar þær sem að heyra undir nefndina. Og bókunin var á þá leið að umhverfis- og landbúnaðarnefnd felur umhverfisfulltrúa að yfirfara allar gjaldskrár og samþykktir sem falla undir umhverfis- og landbúnaðarnefnd ásamt því að leggja fram tillögur að breytingum fyrir næsta fund nefndarinnar. Við vorum í raun og veru aðeins að undirbúa okkur fyrir haustið. Það er oft gott að nýta kannski sumarið til þess að koma vel undirbúin í fjárhagsáætlunargerðina og þetta var svona partur af því. Það sem lá fyrir á síðasta fundi og það var margt svona sem við höfum virkilega þurft að sækja auka upplýsingar meira heldur en venjulega í starfsfólk okkar, þannig að ég vil bara færa þeim bestu þakkir fyrir gott starf fyrir okkur í nefndinni fyrir síðasta fund og eins nefndinni fyrir mikinn áhuga og bara góð störf. Þá er þetta komið, þessi eina fundagerð sem fyrir þessu liggur. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Ólafsdóttir, orðið laust fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð.
Þá erum við næst komin að dagskrárliði númer 40 sem er fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 243. Ég bið formann nefndarinnar Eðvarð Ólaf Traustason að gjöra svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ágæta sveitarstjórn. Hafa komið að fara yfir fundargerð fræðslunefndar. Fundur 243 sem haldinn var í 21. maí. Fyrsta mál á dagskrá hefur nú verið farið aðeins yfir hér og það er umgjörð leikskóla á Borgarbyggð og við ræddum hér áðan. Ég er að sjálfsögðu tilbúin að svara fleiri spurningum þetta ef eitthvað er. Og svo á ég náttúrulega bara kannski svona til kynningar fyrir þá sem kunna að vera að horfa á þetta að verði þetta, af því þetta er nú samþykkt þá verður náttúrulega kemur upplýsingapóstur til foreldra og forráðamanna þessara barna þar sem öllum spurningum vonandi verður svarað. Mál númer 2, það er staða á leikskólanum í Borgarnesi. Nú liggur fyrir að hefja framkvæmdir á Uglukletti áramótin og það er fyrir sig að þarf að fækka börnum á Uglukletti og við það fór ákveðin hringrás í gang sem snýr að því að það þarf að flytja gámaeiningar frá grunnskólanum í Borgarnesi yfir á Klettaborg þar sem skjólstæðingum verður fjölgað til þess að geta tekið á móti því affalli sem þarf að eiga sér stað á Uglukletti. Og síðast ég vissi þá var þetta bara allt á tíma og gengur vel og þannig að vonandi kom ekki upp neinu hnökrar í því og þessi flétta muni ganga upp. Mál númer 3 var sumarlokun á Hnoðrabóli. Þetta er umsögn foreldrafélagsins varðandi skóladagatalið. Þetta á nú meira við í raun og veru veturinn heldur en kannski þessa sumarlokun og þetta var lagt fram til kynningar og eins og við bara höfum rætt hér þá er náttúrulega verið að vinna að heildarendurskoðun og umgjörð leikskóla þannig að þessu verður svarað þegar það er komið svona endanleg mynd á það. Mál númer 4 fengum þarna forráðamenn Vinnuskólans í heimsókn og voru að fara yfir starf skólans í sumar. Getum ekki tekið á móti börnum úr 7. bekk að þessu sinni, vegna þess að það eru bara það margir sem sóttu Mál númer 5, það er starfsemi frístundar. Þar fengum við einnig starfsmann íþrótta- og tómstundafulltrúa sem kom þarna og fór yfir starfsemi sumarfjörsins sem er nú bara einstaklega líflegt í sumar verið að segja. Og ég er nú bara virkilega stoltur af því sem við erum að bjóða upp á. Virkilega spennandi námskeið í gangi fyrir alla og að kveði við svona svolítið nýjan tón þarna. Mikill fjölbreytileiki og nota tækifæri til þess að bara lýsa ánægju minni með þetta metnaðarfulla starf sem við erum að halda úti fyrir krakkana okkar í sumar. Líkt og í nefndinni á Sigrúnu þá fórum við gjaldskrá sem að tilheyrir nefndinni eins og við gerum á hverju ári og mál númer 7, framlög til verkefni á sviði almenningssamgangna. Þar var bara verið að ræða mikilvægi þess að halda þessum samgöngum áfram uppi hérna í héraðinu til að jafna aðstöðu ungmenna í sveitarfélaginu til ýmiss konar iðkunar og ég held sé að fara með rétt mál að mér skilst að sá styrkur hafi nú bara verið samþykktur í gær eða dag sem er mjög ánægjulegt. Mál númer 8 voru íslensku menntaverðlaunin, tilnefningar óskast og ég ætla nú bara að varpa því hérna fram enn í myndavélina að það mega allir tilnefna og ég segi bara fyrir mína parta að það er mikið og metnaðarfullt starf í gangi hjá okkur inn í skólunum og það er mikið af svona öðrum nálgunum á nám og kennslu og bara endilega ef ykkur hefur tekið eftir einhverju skemmtilegu og einhverju nýbreytni þá er að gera að vera ekki feimin og tilnefna, koma því áleiðis. Síðasta mál á dagskrá var skóladagatölin fyrir bæði leik-, grunn- og listaskóla. Og það voru bara eins og vanalega hugmyndir ræddar breytt fyrirkomulag
og síðan var fundi slitið klukkan 18:00. Og eins og vanalega þá tek ég við öllum góðum spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir það. Það var Ólafur Traustason. Þessa góðu yfirferð og orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrá númer 41 sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 77. Það er ansi þykk dagskrá en við erum nú búin að afgreiða mikið af henni hérna en Davíð Sigurðsson gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti. Já, þetta var svokallaður tvöfaldur fundur. Það voru 26 mál á dagskrá. En við erum nú búin að afgreiða slatta af þeim hér nú þegar. En ég ætla bara svona að hlaupa á hundavaði yfir þetta. Nú fyrsti liður var Hraunsás aðalskipulagsbreyting og umsókn deiliskipulag sem við afgreiddum hér áðan og jafnframt Galtarholt 3 umsókn deiliskipulag. Nú og Stuttarbotnar í Húsafelli, deiliskipulag, Grunnsvola partur 2 og svo var tekið fyrir umsókn deiliskipulag og það var lögð fram til að nýju deiliskipulagi fyrir Baulu þjónustumiðstöð. Nú tillagan tók til breytinga innan lóðarna til að bæta við hraðhleðslustöðum í allt að 8 og möguleika á að stækka þjónustubygginguna. Nú niðurstaðan var að fresta þessu máli og óska eftir samstarfi við Vegagerðina og framkvæmdaraðila varðandi skipulag innan lóðarinnar en staðan er sú að áætlaðar framkvæmdir ná langt inn á veghælkunarsvæði þjóðvegar 1. Næsti liður var ósk breyting á deiliskipulagi Brúartorgs og þar sem var óskað eftir að koma fyrir hleðslustöðvum. Það var niðurstaðan að vinna betur með lóðarhönnun og að umferðargreiningu á svæðinu áður en tillagan yrði lögð fyrir. Svo var deiliskipulag Flatahverfis og Hvanneyri, Hrafnaflöt. Þar var óskað eftir breytingu á lóð fyrir Hrafnaflöt 2, 4 og 6. Að breyta því húsi í 4 íbúðarhús. Það var samþykkt. Jellangstaðaland, Langárbyrgi, það voru búin að afgreiða hér Syðstufossar, umsókn framkvæmdaleyfi fyrir tippsvæði vegna fyrirhugaðra endurbóta á mannvirkjum við Indalslón Andakílsárvirkjunar. Það var samþykkt að heimila skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir það verk. Geststaðir, umsókn framkvæmdaleyfi, þar var tekið fyrir umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar. Skipulags- og byggingarnefnd taldi ljóst að horfa þyrfti til samlegðaráhrifa þar sem að umrædd framkvæmd er í beinu framhaldi af öðrum skógræktarverkefnum sem er í eigu sama aðila og þar af leiðandi er þetta tilkynningarskylt til Skipulagsstofnunar sem að metur það hvort að verkefni þurfa að fara í mat á umhverfisáhrifum. Næsti liður var Kaldámælar, breyting á landnotkun og þar var lögð fram ósk breyting á landnotkun á fyrrgreindri jörð þar sem skilgreint tekið yrði svæði úr landbúnaðarnotkun og verði skilgreint ferðamannasvæði, frístundabyggð, verslun og þjónusta en stór hluti svæðisins yrði áfram skilgreint sem landbúnaðarland. Hún tók jákvætt í hugmyndina skipulagsnefndin og samþykkti að afmörkun landnotkunar yrði í samræmi við tillögu 2 sem lögð var fram að undanskildu einu túni sem var merkt sérstaklega inn á korti. 14. liður Hítaneskot, fyrirspurn skipulagsmál. Þar var óskað eftir heimild til byggingar á 2 42 fermetra gistiskálum á einni hæð í landi Hítaneskots. Skipulags- og byggingarnefnd taldi þetta
taldi þetta vera í samræmi við aðalskipulag og samþykkti. 15. liður var stækkun kirkjugarðs Borgar á Mýrum, þar sem var lögð fram umsókn sóknarnefndar Borgarkirkju varðandi stækkun á núverandi kirkjugarði allt að 3.600 fermetra og yrði þá kirkjugarðurinn orðið 5.600 fermetrar. Með stækkuninni yrði komið greftrunarland fyrir borgarsókn og jafnvel borgarnesókn til næstu áratuga. Einnig var hugmynd að hafa skógargrafreit norðan við gamla kirkjugarðinn sem hugsaður fyrir duftker. Nefndin tók jákvætt í stækkun og ég benti á að í yfirstandandi endurskoðun aðalskipulags gert ráð fyrir svæði samfélagsþjónustu fyrir kirkjustaðinn, borg og stækkun kirkjugarðsins og beindi nefndin því til sóknarnefndar að hefja vinnu við deiliskipulagssvæðisins. 16. liður fyrirspurn skipulagsmál Krauma. Þar var lögð fram fyrirspurn Krauma náttúrulauga afstöðu sveitarfélagsins varðandi aukin umsvif verslunar og þjónustu á svæðinu, en eigendur stefna á uppbygging á gistingu við Krauma og stækkun á laugasvæði, meðal annars nýja laug fyrir allt að 50 manns. Skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í áætlaða uppbyggingu eins og hún var sett fram og taldi að svæðið hefði alla burði til þess að þjóna þeim fjölda gesta sem áætlunin gerir ráð fyrir. Skipulags- og byggingarnefnd benti á að stækkun á verslunar- og þjónustusvæði VFþ heyrir undir endurskoðun aðalskipulagsins og breyting á deiliskipulagi deildartöku 2 verslunar- og þjónustusvæði frá árinu 2014 því tekin í kjölfar endurskoðunarinnar. 17. liður Mávaklettur 2. Þar var lögð umsókn byggingarleyfi fyrir að breyta 44 fermetra bílskur í íbúð í Mávakletti 2. Á lóðinni einnig 142 fermetra íbúðarhús en ekkert deiliskipulag á svæðinu. Skipulags- og byggingarnefnd sem fór með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar heimilaði byggingarfulltrúa grenndarkynna áformin í samræmi við skipulagslög fyrir eigendum Mávakletts 1, 3 og 4 og Fálkakletts 16. 18. liður Sæunnargata 11. Það var umsókn byggingarform og byggingarleyfi. Þar tekið fyrir að nýju leyfi til að breyta skráningu á bílskúr í íbúð að Sæunnargötu 11. Bílskúrinn steinsteyptur með timburþaki, samtals 44 fermetrar að stærð. Nefndin samþykkti að heimila byggingarfulltrúa grenndarkynna áformin í samræmi við skipulagslög fyrir eigendum Sæunnargötu 9, 10, 12 og Þórunnargötu 21 og 21a. 19. og 20. liður þá voru búin að taka fyrir hér áðan, það var stofnun þjóðlendu. 21. liður það var gjaldskrá og samþykktir skipulags- og byggingarnefndar. Nefndin fól sviðsstjóra sviðsins að yfirfara gjaldskrár sem falla undir skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa ásamt því að leggja til breytingar fyrir næsta fund nefndarinnar. 22. liður hann tók við fyrir hér áðan, það var svör við athugasemdum skipulagsstofnunar vegna kynningar á vinnslutillögu endurskoðunar aðalskipulags. Og svo var lagðar fram 2 fundargerðir afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa og 2 fundargerðir afgreiðslufundar byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Davíð Sigurðsson, og forseti gefur orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá ætlar forseti að biðja varaforseta að taka við fundarstjórn. Það eru 2 liðir eftir á dagskrá, 42 og 43, sem bæði eru fundargerðir velferðarnefndar af fundi 160 og 161 og mig langar að biðja formann nefndarinnar að fara yfir báðar fundargerðirnar í einu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, þá skulum við byrja á fundargerð frá fundi númer 160 í velferðarnefnd og þar var fyrsti liður á dagskrá trúnaðarbók en óheimilt að birta afgreiðslu nefndarinnar og þær afgreiðslur bara skráðar með formlegum hætti í trúnaðarbók. Annar dagskrárliður þá var umræða félagslegt leiguhúsnæði og hækkun á húsaleigum sem við höfum nú þegar farið yfir hér í dag og samþykkt.
Í 3. dagskrárlið var farið yfir reglur breytingar á fjárhagsaðstoð en þær breytingar fela meðal annars í sér að heimilt að gera kröfu að umsækjendur fjárhagsaðstoð sanni á sér deili í eigin persónu og framvísi skilríkjum vikulega og sé því ekki sinnt missi viðkomandi hlutfallslega rétt til fjárhagsaðstoðar. Og þessar reglur felast meðal annars í því að við fyrstu fjarvist heimilt að skerða fjárhagsaðstoð helming og í annað skipti skerðist fjárhagsaðstoð 75% og ef ekki mætti þriðja skipti þann mánuð þá fellur fjárhagsaðstoðin út. En auðvitað eru einhverjar undantekningar frá þessari skerðingu sem að sem sagt þá bara með læknisvottorði eða einhverjum slíkum gögnum. En öllum umsækjendum fjárhagsaðstoð var sent bréf þar sem að þetta nýja fyrirkomulag var kynnt og á fundinum var farið svona yfir þá tölfræðilegar upplýsingar sem búið að taka saman eftir að þessar reglur voru innleiddar og nefndin óskaði í rauninni bara eftir því að fá að fylgja því eftir með hver þróunin yrði á þessu. En þetta í rauninni strax farið að hafa ákveðin áhrif á greiðslurnar. Nú undir 4. lið þá var farið yfir næstu skref í verkefninu Gott að eldast en það lýtur að stofnun móttöku og matsteymis sem gengur undir nafninu MóMA og hlutverk þessa teymis að auka í rauninni samþættingu á milli stofnana og tryggja að þjónusta verði veitt af réttum aðila og á réttum tíma en það núna þessa mundir verið að vinna að sameiginlegu umsóknareyðublaði þar sem að hægt verður að óska eftir heimaþjónustu. En það gert ráð fyrir því að þetta teymi taki til starfa núna næsta haust. Undir 5. lið var farið yfir breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga en samhliða þeim sem undirbúningi að stofnun barnaverndarþjónustu Vesturlands þá hefur verið komið á fót sameiginlegri bakvakt fyrir Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit, Snæfellsbæ, Grundarfjörð, Stykkishólm og Eyja og Mikluhrapp frá 1. maí síðastliðinn og það því aðeins ein bakvakt með símanúmer fyrir öll þessi sveitarfélög en með þessu fyrirkomulagi hefur verið stofnað svokallað bakvaktateymi þar sem einn stjórnandi ávallt á vakt fyrir utan þar starfsmann sem sinnir bakvaktinni auk þess sem einn starfsmaður á útkallsvakt og vaktir skiptast svo á milli sveitarfélagana eftir ákveðnu kerfi en með þessu fyrirkomulagi næst í rauninni ákveðin hagræðing og betri, ekki síst betri stuðningur við starfsfólk sem sinnir bakvöktum og jafnara álag á starfsfólkið. Þannig að nefndin bara lýsti ánægju sinni með þetta nýja fyrirkomulag barnaverndarþjónustu. En það var ekki fleira afgreitt af þessum fundi númer 160 og þá það fundur númer 161 sem var haldinn núna 10. júní. Þar fór nefndin í upphafi yfir trúnaðarbók sem fyrr sem ekkert farið frekar yfir hér. Undir öðrum lið þá var umræðan félagslegt leiguhúsnæði en nefndin fór þar yfir eignasafn sveitarfélagsins en samtals eru 20 félagslegar íbúðir í eigu sveitarfélagsins auk þess sem sveitarfélagið framleigir einhverjar íbúðir eða 3. Ástandið á íbúðunum misjafnt og 8 íbúðir eru áætlaðar fyrir öryrkja eða 60 ára og eldri. Nefndin taldi mikilvægt að það verði til lengri tíma litið leitað hagkvæmari leiða þegar kemur að félagslegu leiguhúsnæði og það ljóst að það þarf að fara í töluverðar endurbætur á hluta íbúðanna
með tilheyrandi kostnaði og því lagði nefndin til að það yrði litið frekar til framleigu á húsnæði til lengri tíma og að hluti íbúða í mikilli viðhaldsþörf verði hreinlega seldur þegar þær losna eða leigutaka býðst annað húsnæði. Þannig að það í rauninni ekki búið að útfæra þetta, en þetta kannski sú forskrift sem við leggjum til að vera litið til lengri tíma. Nú, undir 3. lið var farið eins og aðrar fastanefndir hafa verið að gera núna, að líta aðeins á gjaldskrána fram með tímann og vinna okkur í haginn fyrir fjárhagsáætlunarvinnuna, en það í rauninni lagt til að flestar hækkanir taki tillit til vísitölu neysluverðs, en skoðað verði sérstaklega núna gjaldskrá sem snýr að akstursþjónustu fyrir aldraða og fyrir félagslega heimaþjónustu. Og nefndin lagði til að gjaldskrá sem snýr að akstursþjónustu aldraðra hækki 15% næstu áramót, og þá erum við í rauninni búin að líta svolítið til annarra sveitarfélaga varðandi gjaldskrána, og jafnframt áhugi fyrir því að skoða samræmda gjaldskrá bara fyrir allt Vesturland sem myndi snúa félagslegri heimaþjónustu, þannig að við værum svolítið samræma gjaldskrána. En við gerum ráð fyrir að áframhaldandi vinnu við skoðun á þessu bara í tengslum við fjárhagsáætlunarvinnu. En fleira var ekki gert og ég tek fús við fyrirspurnum þessar 2 fundargerðir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Orðið laust. Eru einhverjir sem vilja kveðja sér hljóðs varðandi fundargerðir velferðarnefndar? Svo ekki, og þá teljast þær framlagðar og ég vil biðja forseta að taka aftur við fundarstjórn. Takk fyrir það, Eva Margrét. Þá dagskráin í dag tæmd. Þetta var ansi löng og góð dagskrá hjá okkur í dag, og ég þakka fulltrúum í sveitarstjórn fyrir góðar málefnalegar umræður, fyrir starfsmönnum Borgarbyggðar fyrir undirbúning og vinnu á fundinum, og tæknimanninum okkar Knáa að venju fyrir sín störf, og segi þessum fundi slitið.